Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga er 100 ára á þessu ári. Að því tilefni litum við inn á fjölsótta hjúkrunarráðstefnu í Hofi á Akureyri til að heyra hljóðið í hjúkrunarfræðingum á þessum miklu tímamótum. Þetta bara til hamingju hjúkrunarfræðingar með daginn, 100 ára félag hjúkrunarfræðinga, þetta eru mikil tímamót. Þetta eru heldur betur mikil tímamót hjá okkur og við erum búin að fagna þessu afmælisári á ýmsan hátt. Við byrjuðum í janúar og svo svona yfir árið höfum verið með ýmsa skemmtilega viðburði og ráðstefnan í ár, Hjúkrun 2019, hún er næst síðasti viðburður afmælisársins og þessi ráðstefna hefur tekist alveg ótrúlega vel. Hér var metþátttaka í skráningu. Það voru 450 hjúkrunarfræðingar skráðir til á ráðstefnuna sem er bara alveg frábær viðurkenning fyrir okkur. Þetta er alveg bara frábært að fá að koma á svona ráðstefnu og þegar maður býr austur á landi þá er það sérstaklega ánægilegt að hafa á Akureyri þar sem við getum bara farið upp í bíl og keyrt. Það myndast samstaða á milli okkar hjúkrunarfræðinga og við erum að kynnast í hvað hinar er að gera, eða hinir, við erum náttúrulega strákar í okkar hópum líka og bara fræðast og hafa gaman. Margrét, segðu okkur aðeins bara frá þýðingunni að vera með svona stóra og öfluga ráðstefnu hér á Akureyri. Það er bara mjög mikla þýðingu fyrir bæði okkur hjúkrunarfræðinga og Háskólann á Akureyri og þetta er bara mjög stórt, bæði faglega séð fyrir okkur að koma og margir hjúkrunarfræðingar sem er að gera mjög skemmtilega hluti og vinna að rannsóknum og öðrum verkefnum sem er búið að vera mjög gaman og fróðlegt að hlusta á. Og svo tala ég nú um að hitta alla sem maður hefur kannski ekki hitt í mörg ár, gamla skólasystur frá 30 árum aftur tíman eða eitthvað. Þannig að þetta er líka bara svona félagslegt fyrir okkur hjúkrunarfræðinga að hittast hérna, það er bara mjög skemmtilegt og verið gaman hjá okkur. Það eru bæði fyrirlesararnir, vinnusmiðjurnar og svo þetta samtal sem á sér stað hérna á milli. Kaffipásurnar eru mjög mikilvægar, það má ekki gleyma því. Þegar maður fer út á land með ráðstefnu, þá koma ráðstefnugestir og þeir eru ekkert að fara neitt annað. Og þeir eru hér og það skapast meiri samheldni og svona þéttir hópina líka á sama tíma. Og fyrir utan það þá er bara frábært að vera hérna á Akureyri, þannig að það er bara hrikalega góða móttöku sem við höfum fengið. Er hjúkrun eitthvað öðruvísi út á landsbyggðunum á móti í höfuðborg? Já, ég held að ég hljóta að vera það. Það er allt annar starfsvettvangur en svo fer það náttúrulega auðvitað eftir því hvar þú ert að vinna. Ert að vinna inn á sjúkrahúsunum eða ert að vinna kannski skólahjúkrun. Ef þú ert kannski í skólahjúkrun þá myndi ég reikna með að það veri kannski svolítið svipað, þannig að þetta fer mikið eftir starfsvettvangunum líka. Já, allt öðruvísi. Ég hef aðeins reynslu af því að ég er með sérnám í klínískri heilsugæslu og hef aðeins svona kynnt með starf á heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðar heilsugæslan er allt öðruvísi. Við erum lítið bráðamóttaka líka ásamt því að vera með alla hefðbundna þjónustu. En þessi tímamót sem hjúkrunarfræðingar standa núna á, ef við förum aðeins yfir hennar tíma, þetta hefur breyst mjög mikið, þetta starf á ekki svo mörgum árum. Starfið hefur breyst gríðarlega mikið og þróast og er ennþá í stöðugri þróun sem er frábær viðurkenning fyrir okkur. Frá því að hérna áður fyrir voru þetta til dæmis voru þetta einungis flestar konur og voru kallaðar hjúkrunarkonur á þeim tíma. Núna í dag erum við hjúkrunarfræðingar og við erum með, kynjahlutfallið er 97% konur og 3% kalla en við erum að fikra okkur í þessa átt, þannig að það er eins og segi, en starfið, ábyrgðarsvið og annað hefur breyst gríðarlega mikið. Og nú á þessum umbrotum tímum sem eru við á leiðinni í 4. iðnbyltingu en við horfum á það að það verður alltaf þörf fyrir hjúkrunarfræðinga. Það mun ekki nein tólega tæki geta leyst okkur af, það er bara þannig. Er þetta svolítið eins og konfektkassi þegar þú ert að velja hvaða erinda á ég að sækja og hvaða vinnusmiður? Já, það er það og þeir hafa greinilega vanmetið svolítið heilsugæsluna því að salurinn sem heilsugæslu fyrirlestrarnir voru í gjörsamlega sprengdu utan af sér og við höfum þurft að fá endurtekningu á fyrirlesturum sem voru í gær, sem voru núna í morgun og í fullum sal. Þannig að heilsugæslan er hérna vaxandi og bara framtíðin að efla heilsugæsluna og hérna auka þjónustuna þar. Hvernig sérðu næstu ári, við horfum næstu 10 ár fram í tíman fyrir félagi hjúkrunarfræðinga, hvernig líta þau út? Næstu ár verða skemmtileg og til dæmis á næsta ári þá hefur Alþjóða heilbrigðisstofnunin WHO tileinkað hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum árið.
Þannig að árið 2020 er ár sem að hjúkrunarfræðingar og ljósmæður ætla að vekja athygli á sér og við erum nú þegar farin að vinna þá vinnu. Þannig að það verður líka mjög skemmtilegt og við ætlum að vera ábyrjandi og minna á okkur.